Það held áfram hérna í föstudagþættinum og þá ætlum við að tala engla alheimsins. Velkomin Rúnar, þið eru að byrja aftur á að sýna englana og ætla að taka 2 daga hérna fyrir norðan og svo haldið áfram fyrir sunnan. Já, heldur betur. Við erum búin að sýna einhverja 60 sýningar fyrir sunnan og það er ótrúlega gaman að koma hingað og bara spenna fyrir kvöldi að geta sýnt, þú veist, fleira fólki þetta. Því að við erum svona stolt með sýningun okkar, sko, stolt af henni, sko. Og þetta er búið að vekja mikla lukku þar og hlýtur að gera það líka og vonandi hérna fyrir norðan. Er þetta ekkert mál að pakka saman sýningunni og koma hingað? Jú, svolítið. Og núna stendur einmitt yfir æfinga því að auðvitað sko, þetta er frábært leikhús hérna. Ég er alveg bara rosalega ánægður með það. En þá er það ekki eins og Þjóðleikhúsið og kostir og gallar og báðum megin en hér er til dæmis ekki hringsvið og sýningin fyrir sunnan er gerð fyrir hringsvið. Þannig að við erum að púsla þessu saman og mér sýnist núna, við erum búin að vera að æfa hérna í morgun að þetta gangi fullkomlega upp, hún er alls ekki síðri sýningin, sko, þannig að þetta verður bara frábært. Er þið svona eins og hljómsveit, það bara fara allir upp í rútu, taka sviðið með sér í stað fyrir hljóðfærin? Það er bara það. Og allir fara í það að henda upp sviðinu og... Já, nánast, sko. Nei, við erum nú Þjóðleikhúsið, þannig að það er fólk það komu búninga, fólk og hárgreiðslufólk og sviðsmenn og tæknimenn og svona. Þannig að leikararnir fá að, þú veist, vera smá stjörnur, sko. En segðu okkur aðeins þá frá sýningunni ef það er einhver úti sem þekkir ekki til hennar. Já, þetta er náttúrulega leikrit sem er byggt á bókinni Englar alheimsins sem að Einar Már Guðmundsson, verðlaunaskáld, skrifaði fyrir, 15 árum eða 20, ég man ekki ártalið, en hann hefur hlotið fyrir þessa bók, sko, verðlaun frá Norðurlandaráði og víðar. Og þessi bók hefur farið út allan heim, hún hefur þýtt á einhver 30 eitthvað tungumáli eða hefur verið seld í 30 eitthvað löndum og þetta er verðlaunarit og Þorleifur Arnarsson og Símon Birgisson gera leikir sem þeim fengu svo grímuverðlaun fyrir og þetta fjallar sem sagt Palla sem er maður sem er með geðsjúkdóm og Einar skrifar þetta út frá reynslu sinni af bróður sínum, Pálma, bróður sínum og þannig að þetta er svona, og þú finnur það þegar þú horfir á verkið, þetta snertir mann og þetta er greinilega mjög einlægt verk frá hans hálfu. Svo er þetta gerð bíómyndin, Englar alheimsins, sem að Friðrik Þór gerði og Ingvar E. Sigurðsson var í aðalhlutverki og 80.000 Íslendingar sáu hana, þannig að flestir ætti að þekka þetta. En þetta er svona, veitir okkur hinum mikla innsýn og skilning á þessum geðsjúkdómi. Og segðu okkur frá leikhópnum líka. Já, þannig Palla leikur Atli Rafn Sigurðarson sem er nú, rúmlega 40 leikari sem hefur gert Garðinn frægan aðalið í Þjóðleikhúsinu en menn muna kannski eftir honum úr aðalhlutverkunni í kvikmyndinni Mýrinni eftir Baltasar. Svo erum við með þarna bara krem de la krem, sko, Ólaf Egilsson og Ágústu Evu og Ævar og Snorra og Jóhannes Haug og Baldur Trausta og Eggert Þorleifsson. Og svo mig í litlu hlutverki. Ég leikaði með vinans Palla sem er geðveikur, en vinur hans er normal, eða lítur út fyrir að vera normal, en hann segir einmitt setninguna sem kannski margir muni eftir, kleppur er víða. Sem segir okkur, sem mér finnst aldrei vera, kannski að því að það er mitt hlutverk, en mér finnst það vera aldrei lykilsetning í verkinu, að því að maður sér ekkert geðsjúkdómana alltaf út allt, sko. Hann er nefnilega víðar en maður heldur, kleppur. Og svo kemur í ljós að hann er sjálfur fárveikur, þessi maður, sko. Þetta er náttúrulega bara einu sterkasta setning sem maður held í. En það stendur yfir æfing núna og við rifum þið út af æfingu og það getur verið að þeir bara kallið inn núna. Þetta litla hlutur, sko, það þurfti akkurat að hitta þannig á en núna er líklega að koma að mér. Það er hitt bróður, en það er alltaf leið. En bara, segðu mér, hvað heldur að gera verkum að þetta er svona vinsælt bókin selst svakalega vel, myndin það er met aðsókn á hana og svo eru það að fara í 60 og eitthvað sýningu og allir halda áfram fyrir sunnan. Af hverju er þetta að ná svona vel til landans? Í fyrsta lagi þá er þetta bara ótrúlega gott verk og maður finnur það að höfundurinn er að skrifa frá hjartanu og það er bara eins og ég sé oft með menningu, það er ekki til einn hámenning eða lágmenning, bara sönn menning og ósönn og þú finnur það bara, þú heyrir lag hvort það er satt eða ekki eða hvort þú lest bók hvort það kemur frá hjartanu eða ekki og þetta kemur greinilega frá hjartanu á höfundinum og það sem að þeir sem gera leikgerðina hér gera er að þeir bera virðingu fyrir verkinu hans og þeir bera líka virðingu fyrir bíómyndinni sem gerð var. Og allt þetta kemur saman í þessari leiksýningu sem er alls ekki bókin og alls ekki bíómyndin, heldur leikritið, Englar alheimsins, en veit virkilega vel af bókinni og myndinni. Og árið sjá það, við blöndum þessu öllu saman og svona. Og sýningarnar eru
hér fyrir norðan í kvöld, föstudagskvöld klukkan 20. Ég held að séu 5 miðar lausir. Já. Og á morgun klukkan 3, laugardaginn, 7 miðar lausir. Þannig að, já, þetta er eiginlega. Og hvenær haldið áfram í borginni? Við förum bara næstu helgi aftur og heldum þar áfram og það verður allavega held ég út febrúar, held ég þessu komna sýningar og ef ekki meira, sko. Og 8 meðanleysi þar. Það eitthvað 8,5 sæti, já. Það kemur lítið barn, en já, við höldum áfram, skólarnir eru að koma á þetta. Þetta er náttúrulega lesið víða í grunnskólum og framhaldsskólum, þessi bók. Og verkið fyrir einmitt alveg, og umbangi að taka úlinga. Já, það er alveg, ég fór með 6 ára dóttur mína og 11 ára drengi minn og þau voru alveg, strákurinn hefur komið 3 svar, sko, alveg gáttu á þessu. Og líka veitir þeim innsýn inn í hvernig lífið getur verið, sko. Nákvæmlega. Dásamlegt að fá þig og gaman að fá þig bara hingað norður og verður gaman að sjá þetta. Já, takk fyrir bara að tala við mig og líka frábært að vera komin hingað norður, það er æðislegt. Ekki? Ég sé það á þig. Þú ert með þetta norðlenska glampan. Ég var að lenda það, sjá það. Norðlenska glampan? Já, eins og þú ert með alltaf. Er hann einstakann? Já, þetta glott kemur alltaf á mig þegar ég lendi, það bara gerist. Það gerist í alvörinu, við tölum svo oft við fólk sem er að koma að sunnan og það gerist eitthvað stundum þegar þau koma norður, það verða allir eitthvað svo næstu í svona útlanda. Já, það svo, og loftið bara á eitthvað, það er bara vel tekið á móti manni. Komum til Akureyrar og upplifið norðlenska glampan. Já. Sjáum rétt handan auglýsingar. Já.